það ekki búið að vera stemming í því að vera vinstrisinnaður undanfarið af því að það svo mikil uppsveifla hinum megin af einhvers konar og síðan svona bullies þú ert einn af þessum bullies svona bullíamenn og pikka menn út sem eru þú veist kannski reiðir og mæta og segja vitlausa hluti og eitthvað en þú veist það gaman að vera líka á kantinum bara eitthvað að fylgjast með og ég segi aftur ég flokka mig lítið sko en voru listamenn þú veist ok tökum rappsenuna sérstaklega og það er það sem þú tekir best. Já. Voru rappar einhvern tíma vinstri sinnaður? Því ég skilur þeir voru að mæta skilur í Gíslamarteinn eða eitthvað svona og það voru alltaf að segja, þú veist, hvað er lög ekki heilbrigðiskerfið? Þú veist, fuck Þorsteinn Már og sjávarútvegurinn maður, það er svo ömurlegur. Voru við að gera það? Var ekki bara erpur? Kannski er ég svona smitaður að því að hlusta þér. Já. En svo aftur á móti, ég meina, þú veist, svo einhvern veginn þegar maður talaði við rappara þannig, þú veist, eins og herra Hnittismér eða eitthvað. Hann bara að tala peninga og græða meira en þú veist, sko, þú er svo rosalega póla þarna, sko ég held að í grunninn þegar að þú voru áttað á því að rapp var jaðarsport fyrir nokkrum árum, það er allir búin að gleyma því ég fór með þessi, ég var að spila á ég fekk að spila á þungarokkstónleikum fyrir svona 3 árum með Úni með sér og ég að spila líka Rúnar Hróði og svona Rúnar Hróði og Benny Bent sem tromma mikið með mér og þannig kemur tengingin inn og ég stend svona og ég alveg akkur líður mér þessi heima, hvað er þetta? Þú veist, akkur kannast ég svona og það er ekki það voru allir í leðurvestum og með sítt skegg og í einhverjum svona döðroksbólum og ég var samt bara svona, hvað er það sem ég er að þekka hvað andur svona, og þá var ég bara rapp var svona fyrir nokkrum árum það voru bara nokkri dudes með durag og pýr í fútbolgöllum og það var öllum drull, það vildi engin neitt með rapp hafa af því þetta var jaðarsport og það var það ógeðslega lengi og þá voru við litli kallinn, skilurðu það var ekki cool að rappa peninga og ég man mér sem Rottweiler ef þú hefði komið með eitthvað svona eitthvað nokkuspons back in the days, það hefði verið bara, þú hefði verið bara fuck you, skilurðu bara sell out bara hóra en bara þau rullaðir í mjög eitthvað svona en síðan þetta náttúrulega bara smám saman síðan fer að ganga vel hjá Erpi og mér og Wolf og herra Hnettsmjör og við förum að rappa einhverju hluti eitthvað svona ég ætla ekki að láta eins og ég hafi alist upp í einhverju getto alin upp í Seljakörnu en þú veist maður samt kemur frá einhvern veginn engu og býr til einhvern feril og hann verður svona maður verður montina, ef maður fyrir að rappa það unga fólki sem hlustar á mann heyrir mann, ég basically rappa eins og Rottweiler rappuðu, síðan kemur einhver annar rappar eins og við erum að rappa og síðan kemur einhver annar rappar eins og þeir eru að rappa og endanum verður þetta bara svona skuggi á skugga, veistu hvað ég er að tala um